Í verkefni 2b loftræstikerfi þá eigum við eftir að setja inn 2 tvístöðuregla. Það tvístöðureglir fyrir forhitarann og tvístöðuregli fyrir kælinn. Og við búum þetta til með ladder. Þá segjum við hérna, förum inn í opnum kerfið okkar og búum til undir Logic, New Section og ég ætla að velja hérna LD fyrir ladder diagram og hér hef ég þá númer og hérna að segja að þetta sé þá forhitari og KAELIR. Þannig að þetta stigaritt fyrir forhitara og kæli. Segjum það, OK. Og þá setjum við upp þessa 2 tvístöðuregla. Og ég get reynt að skipta skjánum þannig að þið sjáu þetta hvoru tveggja í einu. Ég ætla að setja inn samanburðarblokkir og þá hérna í rauninni það þarf að vera ein lína hérna í viðbót fyrir útganginn fyrir forritarann sjálfan og það er þá bara af áloki sem að rétt opna fyrir smá blæðingu inn á elementið og hérna höfum við þá samanburðarblokk, compare, 2 og svo ég með útgang hérna. Það spurning hvort ég get líka sleppt on og off merkinu en ef ég þarf að nota til þess að láta vita ef annað merkið inni á langan tíma þá mjög gott að vera með aðgang að því. Og þá set ég útgang fyrir þetta hérna og síðan ætla ég að vera með 2 hérna fyrir neðan og já, ég geti fært á þessum alveg hingað eins og þetta og set og reset. Þetta tvístöðureglur 1 og svo kemur tvístöðureglur 2, þá ætla ég bara að setja inn aftur sama en kannski ég hafi útgang hérna fyrir sjálfan lokan fyrir forritarann. Þá ég held að það vanti inn, sko ég þyrfti eiginlega að vera með líka það þá 2 skilyrði fyrir því að hann komi inn, kannski einhver árofi fyrir forritarann sko, sem við getum kallað forritararofi eða eitthvað svoleiðis. Og nú bara spurning hvað ég var komið með í gagnagrunninn varðandi þetta. Hvort það var komið hiti 1 eða slíkt. Þannig að hérna, að sjá hvort ég með eitthvað af fyrir forritarann. Segi bara vaff. Já, segi bara vaff 1. Ég get bara bætt við hérna inn. Og sjá, bæta við hérna bara að segja hérna vaff 1. Vaff 1. Forritari. Og þá þegar maður bætir inn í gagnagrunninn þá velur maður hérna til dæmis breytir sig kannski í e-búl og eitthvað svoleiðis að þá hérna kemur hann hérna inn í gagnagrunninn.
þegar maður fer hérna í create variable, eða sem sagt, þegar ég er búinn að skrifa þetta inn og búinn að ýta á eitthvað, þá ætti þetta að koma svona og þá er ekkert rautt hérna undir og þetta verðist vera komið inn í ganggrunn. Þannig að þá þyrfti ég að setja líka með VAF2 fyrir kælin. En af á rofið fyrir forritarann sjálfan, það er ég ekki með hérna og þessi stað ætlaði ég að setja bara tvístöðureglu 1 hérna og opna hann bara hérna. Svona og þá segi ég kannski bara apply og þá kemur þetta hérna. Ef hann líka íbúl og smelli á græna takkan þá er hann kominn hérna og svo ok. Það er tvístöðuregla. Já, ok. Ég þarf að fara hérna í data editorinn til þess að það er þetta. Eitthvað sem kom hérna vitlaust hjá mér. Áttu þetta að vera? Reglur 1, var þetta ekki bara þetta? Ég held það. Ok, yes. Og ég get þá þess vegna líka bætt við hérna fyrir neðan. Tvístöðureglur 2. Og eins rofi fyrir forritara. Þá segi ég hérna rofi forritara og eins þarf ég að bæta við rofi kælir. K-E-L-I-R. Þetta þarf ég að hafa bara sem with latching á eftir til þess að hérna leyfa þeim að koma inn eða geta slökkt á þeim. Þannig að þetta þarf ég bara að bæta í. Ég ætla að setja líka hér vantar líka on-off. On 1 og 2. Já, þetta breyttist ekki sjálfkrafa í íbúl, að laga það. Og núna fylgist það með, on 1 og on 2 er ég með hérna og svo off 1 og off 2. Og híti 1 og híti 2 eru þeir nokkuð komnir hérna inn? Nei, maður setja hann líka. Það eru off 1. Og off 2 og síðan er það híti 1. Þetta er ekki íbúl, þetta er integer, heiltala. Við sáum að áður þá voru við með float, en hérna erum við bara með integer. Hiti 1, hvað er ég að gera? Þetta verður hérna. Hiti 1, þetta er integer hérna, svona. Og þá dreg ég þetta niður, fæ hiti 2 og það er integer líka, það er líka heiltala. Þá held ég að það sé allt saman komið, þá getur slökkt hérna á gagnagrunnum og þá getur valið hérna til dæmis hér inn hiti 1. Það er hérna hiti 1, já, þetta er sko integer, hitt allt saman sem sagt real, þannig að og þetta er hiti 1. Hann á að vera minna inn 16. Já, það er spurning. Átti ekki að vera 16? Jú, ég held það. Ef að hitinn inn á kerfið er minna en 16 gráður, þá fer þessi forritar í gang. Og svona, þá er þetta verið lagi. Og þá er það hinn.
Þá næ ég aftur í hiti 1. Ok, er meira en 18 og slekki á þessu. Þá hef ég off on 1 hérna, on 1 hér og off hérna, 1, ok, og þá hef ég on 1 hérna. Og þá þetta tvístöðureglir 1. Svona. Við vorum búin að gera einhvern tímann áður tvístöðuregli, var það ekki? Það held ég. Og hérna er off 1. Ok, tvístöðureglir 1. Ok, og þá vantar mig bara hérna rofi fyrir forheitara. Rofi forheitara hérna, ok. Þá þarf ég að búa til annan tvístöðuregli fyrir kælinn og þá virkar hann öfugt. Ok, getum við tekið þetta svona, copy, paste, svona. Breytt þessu hérna í hiti 2. En nú er þetta þannig að ef hitinn fer upp fyrir 20 gráður, ef við látum hann kannski vera í gangi, við getum verið með rofa á kælinum, bara slökkt hann á veturna, því að þá á þetta ekki að vera að virka. En á sumrin að við viljum kæla loftið, hafa frekar kalt og þá er bara slökkt á PE-reglunum. Við viljum hafa kaldara loftið inni og ef hitinn fer upp fyrir 20 gráður, þá opnast fyrir kalt vatn inn á kælinn og síðan lokar hann aftur við 18. Þannig að ef að hitinn fer upp fyrir, ef hann er meira en 20, þá fer hann í kælingu. Þá fer hann í on. En ef hann fer undir 18 gráður, þá erum við að breyta þessu hérna í hiti 2. Er undir 18 gráður, lokar aftur við 18 gráður, að þá fer hann í off. Og þá er þetta tvístöðureglu 2. Svona. Og þetta hérna er þá on 2. Og off 2. Og on 2 og off 2. Og þetta er tvístöðureglir 2. Ok. Og rofi fyrir kæli. Rofi kælir verður þá hérna. Því á veturna myndum við vera með slökkt á þessu. Það myndi vera að bera þetta saman og vinna hérna, allt í góðu lagi, en ef við verðum með slökkt á hérna, þá verður bara að loka fyrir kalda vatnið inn á kælinn. Og hérna er þá vitlaus loki, VAF 2. Nei, ég var ekki búinn að bæta hann við. Ok. Já, ok. Þannig að hérna, ég ætla að eyða þessu út og segja hérna að þetta er VAF 2 og þetta er kælir, loki fyrir kælinn. Og ég segi hérna apply, já, og þá fer þetta ekki inn í gagnagrunninn, ég ætla að taka kópí af þessu hérna, það tókst ekki hjá mér að setja strax inn í gagnagrunninn og þetta getur komið fyrir
Og þá smellum við hérna á data editorinn, bæti honum hérna neðst. Og því að hún veit ekkert hvaða tegund þetta ég ætla að hafa þetta í búl. The item is used in the project. Já, var þeir nokkuð komin annars þar? Ég held ekki, nei. Sem bara já. Svo að þetta í góðu lagi. Þá fer ég bara aftur út úr data editornum hérna og þá ætti ég að vera komin með tvístöðureglu 2 og rofi fyrir kælinn og lokan fyrir kælinn. Og þá bara eftir að bæta þessu við inn á myndina og láta þetta virka inn á skjámyndina. Af því að við erum búin að bæta einhverju hérna við, þá förum við oftast í það að fara í Analyze hérna, Build Changes, yes, og fara í File og Save Archive. Save hérna þá Save og smellu svo á diskinn. Save. Þá erum við konið með tvístöðureglana báða. Og þá held ég að sé ekki meira inn í þessu verkefni sem sagt. Þið sjáið hérna hvað, mér sýnist þetta vera merki það að vinnsluminnið sé ekki nógu mikið. Aðeins að leyfa honum að klára vista. Æja, þá ætti hann að vera búinn að vista. Svo við ættum að geta prófað kerfið. Og þá reynum við að byrja því. Ég heyri ekki neitt.
Jæja, ég ætla að reyna að fá þetta til að virka. Við skulum nú sjá. Þið eru ekkert komnir í samband við sýndarvélina? Nei, ég hef búin að reyna nokkru sinnum. Já, Það gerist ekki neitt. Það gerist ekki neitt, nei, ok. Svo sjá hvort ég næði þessu hérna til þess að komast í gang og meðan ég get sett hérna inn sem sagt hér að fyrir kælinn og fyrir hitaran svo að ég hafi hérna já, eða í sjálfu sér þá það nægir mér að kópera bara þennan kassa hérna og taka innan úr honum og láta hann breyta lit sem sagt. Þetta þá animation og þetta forritari og þá það bara útgangurinn á forritarinn sem við þurfum að nota hérna. Það hérna þetta að vera í stafrófsröð hérna. Já, það buff, einmitt. Buff 1 forritari. Ok. Þannig að þá myndi það koma í ljós svona sem sagt ef hann væri virkur þegar biturinn hár og þá vildi ég hafa þetta rautt, þá fer það að hita sem sagt. Ok. Og þegar að þessi hins vegar, ok, nú get ég tekið bara afrita þessu hérna og ef að þessi væri inni, þetta væri þá VAF 2, kælir, ok, og þá, ef hann biti 1 hérna, þá hann blár, þessi kælir, þetta var örugglega kælir, já, þetta kælir VAF 2 og þá ég að setja hann hérna undir. Ég fer hérna í order og background og keyra hann hérna undir svona og eins þennan hérna. Background, order, background. Og þá bara að tengjast hérna. Já, ég hugsa að ég smelli bara hérna á. Já, við vorum búin að fara í build og svo þarf ég að senda forritið hérna niður. Transfer. Ok. Ég var líklega búinn að vista þetta áðan, það var það ekki. Ég smelli hérna, ég vista það bara eftir. Smelli hérna á run og ég ætla að prófa núna sérstaklega sem sagt þennan þátt hérna sem sagt með þessu hér. Aðeins að minnka þessa regla hérna niður fyrst og sjá hvernig tvístöðurreglirinn vinnur hérna með skjámyndinni. Svona. Og þá þetta komið á run og þá vantar mig sko rofa. Ég þarf að hafa rofana hérna inni sem sagt. Og þá hérna ég rofana hér. Og ég fer hérna í breyti þessu í rofi fyrir kæli, ok, og hann þarf að vera with latching, ok, ég segi hérna rofi kælir, copy, svona, já bara kælir, það kannski alveg kælir og þessi hérna forritari. Það rofi forritari.
og þá bara hérna forritari. Forritari, OK, apply, OK. Og þá hérna ger ég hann virkan og set kælinn inn til dæmis hérna og nú vantar mig náttúrulega sleða til þess að líka eftir þessum hita hérna og þá ger ég það, ger ég skjáinn aftur óvirkan og fæ hérna hita 1 og hita 2 fyrir þennan og síðan fyrir hinn Scale Indicators heitir þetta og þá fæ ég fyrir kælinn hérna. OK, þetta fyrir neðan. Og þá fæ ég hérna, þetta hiti 1 og OK. Og já, það kannski gott að fara bara með þetta upp í 30, eitthvað svoleiðis. OK. Og ég ætla að hafa smá glugga fyrir að skoða hvaða hitastig á ferðinni og fæ hérna þá hiti 1 hér. OK. Og hérna hef ég svo hiti 2 og ég ætla að fara líka bara upp í 30 hérna. Og smá glugga fyrir það. Og það hiti 2 hérna. Svo að núna þá ger ég skjáinn virkan og segi hérna OK, hvað er eitthvað hérna á ferðinni. Kælirinn sem sagt, ef að hitastigið úti kannski 22 gráður, þá sjáðu, nú fer kælirinn í gang. Og svo hérna lækkar hitastigið aftur og hérna hitinn úti þannig að það verður ekki nauðsyn á að kæla. Þá hérna fer hann út aftur hérna. Þannig að hann keyrir inn og út eftir því ef að hitinn fer upp í 20 gráður, þá kemur hann inn og helst inni jafnvel þangað til að loftið verður aftur orðið kalt og þá fer hann aftur út. Fyrir forhitaran, ef að forhitaran er inni, að þá ef að nógu mikill hiti inn, þá hann ekkert að vinna. Ef að forhitarinn ef að hitastigið inn mælist undir, það er komið on hérna og tvístöðureglur 1 inni og ég gleymdi að setja rofann inn fyrir forhitaran. Þannig að ef ég er með 30 stiga hita inn, hann fer, OK. Þá ætla ég að laga það, ég sennilega glemt að setja hann with latching. Þarna with latching, OK. Þá setja ég aftur skjáinn virkan og ég set forhitaran virkan. Og nú nógu mikill hiti og ef að hitastigið á veturna til dæmis fer undir ákveðið mörk, til dæmis 16 gráður fer niður í 14, að þá kemur forhitarinn inn. Og síðan þegar hitastigið fer upp fyrir 20 gráða, eða fyrir 20 gráða, þá slekkur hann. Hann sem sagt vinnur frá 15, já, þegar komið undir 16 gráður, kemur niður 15 gráður, þá byrjar hann að hita, forhitarinn, og svo eykst hitastigið og þegar hann fer yfir 18 gráðurnar, það komið akkurat sama á 18 gráður, það hann ennþá inni og þegar hann fer upp fyrir 18 gráðurnar, þá fer hann út. Þannig að þá erum við búin að skoða báða tvístöðuregluna. Koma inn og fara út eftir hitastiginu. Og við sáum það að hérna var óskildi 20 gráðurnar, þannig að
þá hitar hann ef hitastigið sem sagt, ef forhitarinn hitar þetta upp í 18 gráður, þá eykur svo eftirhitarinn hitastigið á loftinu upp í 20 gráður. Þannig vinnur þetta saman. Og þá bara að lokum að aðeins að lýsa kerfinu eins og þið voru að biðja mig þá bara þá að segja frá þessu, hvernig við létum kerfið fara í gang. Og ég bara búin að prófa núna bara sjálfstætt forhitaran og kælinn. Við getum núna séð hvernig kerfið fór í gang hjá okkur. Ef við ræsum smellum á start, þá teljum við upp í leiðinni alla íhlutina. Við setjum í gang spjaldloka fyrir inntaksloftið, kemur inn, og spjaldloka fyrir útkastloftið opnar. Þannig að báðar spjaldlokurnar opna og síðan kemur innblátursmótorinn í gang og stuttu seinna útsogsblásarinn fara í gang. Og þar og eftir þá fer ég held ég hafi bara ekki verið komin með neitt merki fyrir M5. Ég ætla að setja bara lítinn kassa fyrir M5, svo hvort hann ekki örugglega kominn inn. Þetta endurvinnsluhjólið, varmaendurvinnslan. Og ég ætla að þegar að bitið 1 þar, þá fer ég í drawing, ef hann líka grænan. Og þá hann kominn inn og það vantaði hjá mér, ég ætla að segja order background. Svona. Þannig að hann líka kominn inn. Þannig að þetta fór svona inn. Fyrst kom spjaldlokumótor fyrir inntaksbúnaðinn og svo kom spjaldlokumótorinn fyrir útkastloftið. Þar á eftir kom innblástursblásarinn inn, svo fór útsogsblásarinn í gang og síðast kom varmaendurvinnsluhjólið í gang. Og þá erum við búin að telja upp þessa þætti. Við eigum kannski eftir að setja yfirleitt eru þessi rakatæki svona tiltölulega sjálfstæð, en það getur verið kannski óskað eftir því að rakatæki fari í gang ef kerfið komið í gang allt saman og það of þurrt loftið inn í þessum rýmum. Þá gætum við bætt við fyrir rakatækið. En það bara val það. Við þurfum ekkert endilega, það var ekki beðið það sérstaklega í textanum. En við skulum setja inn þá reglana líka, bara til að fá þetta allt saman í gang. Þannig að við erum með 2 regla sem sagt. Að það fyrir rými A þarna og fyrir rými B. Við skulum sjá, ég ætla aðeins að minnka þetta svona. Þetta var 3 og 2 var Svona. Þá kemur hann hér og þá erum við að regla hitastigið á þessum 2 rýmum. Og þá þarf ég að setja inn, gera skjáinn að virka, alltaf mun eftir því, gera þennan skjá virkan líka og smetla þá á þennan þannig að þessi fari í gang. Og ég vil hafa þá reglir A, þetta var óskildi 20 gráður, lítið svo enter, þá fer hann að vinna. Og þessi ég þarf að setja hann inn og gera virkan og svo var óskildi 20 og nú, þetta eitthvað víxlað hjá mér. Við skulum sjá. Bíddu nú við. Og
Já, ég hef sennilega sett hérna vitlaust merki hérna. Þetta hitt raungildi B. Eða, já, af því ég var ekki búinn að merkja hérna rétt, reglið A og reglið B. Já, ok. Reglir, þetta hérna reglir B, ok. Aðeins að ruglast hérna, ok, þetta reglir B. Þá hérna, þar eru ekki 20 gráður heldur 23, þá þegar ég leiðrétta það. Fer inn og setja hérna 23 gráður, ósk hittastig, 23 gráður. Já, hérna stendur líka B inn í þessu hér. Fer í það og hann virðist vera að vinna alveg eðlilega og ég bið hérna óskildi þá 20 gráður fyrir A, rýmið hérna, víta og enter og þá fer hann í gang líka, sjáðu hérna. Og þá ætti þetta enda í þessu og forritarinn í gangi og ef það sem sagt of hérna kalt á veturna þá hann væntanlega inni líka og náttúrulega öðrum árstímum hvenær sem er kalt úti. Þannig að mér sýnist að þetta sé alltaf vinna eðlilega núna. Þannig að ef ég bara teljum upp þá eins og þið hafið í data editornum þá erum við með ákveðina ákveðin fjölda af inngöngum og útgöngum sem teljið upp í lýsingunni á þessu og þannig að þá eru þetta 5 mótorar, það eru 2 spjaldlokumótorar, innsóksblásari, innblástursblásari og útsóksblásari og síðan erum við með mótor 5 sem í varma endurvinnsluhjóli. Svo erum við með forhitara hérna og það útgangur líka fyrir lokan þar og síðan erum við með kæli, það líka útgangur fyrir það. Við vorum ekki farnir neitt í rakatækið en þau eru líka í þessum, það bara í raunni af á merki má segja þá eða þá að við gefum leyfið að fara í gang þegar allt er eðlilegt. En þegar að rakinn komin upp fyrir eitthvað ákveðið marka þá náttúrulega myndum við draga úr því. En það vinnur líka oftast sjálfstætt þetta rakatæki sko. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því, heldur bara leyfa því að fara í gang, vera í gangi eða ekki. Það er yfirleitt þannig frá þessu kerfum. Svo höfum við bara hérna 2 tvístöðureglar sem sagt, þar sem við erum að, þið getið sagt frá því og þar sem við sem sagt erum að hita upp loftið inn og það hérna ef að það of kalt þá hérna hitar forhitarinn loftið og þá hefur eftirhitarinn minna að gera en það PI-reglur sem að reynir að regla hitastigið á það bil 20 gráður. Þannig að hann hægt og rólega að keyra sig hérna upp. Og það yfir tiltölulega hægar breytingar í þessum reglum. Og ef að sem sagt, við erum með aðstæður að sumri til að þar sem að hitastigið talsvert mikið þá forhitarinn ekkert að vinna en þá kæmi kælinn til sögunar ef við verðum konið upp fyrir hérna óskildið þessu hérna eða bara ef menn vilja hafa eitthvað kaldara þá sjáum við það ef að hérna hitastigið fyrir kannski upp í 23 gráður inn hérna að þá kemur kælirinn í gang hérna og kælir loftið niður sem að fer hérna inn á þetta hérna og þá væri þetta fyrir ofan yfirleitt hvað sem fyrir ofan 20 gráðurnar hérna og það spurning hvort að þessi væri nokkuð að gera þessi reglur B hérna heldur en þeir kæmu kannski þá aftur inn þegar ástandið myndi lagast en þá held ég að ég loki bara þessari upptöku en það tíminn okkar liðinn og nema sé alveg spurning í lokin en svo ekki þá stoppum við upptökuna